Hæ, ég heiti Harpa og ég er mannesráðgjafi og stjórnandi Húbla podcastins. Í dag er stór dagur hjá mér. Ég er sem sagt að fara af stað með tökur á fyrsta þættinum og ég get ekki sagt annað en að ég sé rosalega spennt. Þetta er stór dagur fyrir mig og klárlega dagur þar sem ég er aðeins að stíga út fyrir þægindarammann og prófa eitthvað nýtt. Og ég held að við höfum öll stundum svolítið gott að því að stíga aðeins út og núna í dag sem sagt mun ég hitta skemmtilega manneskju sem að ég ætla ekki að segja frá núna hver er, en það verður markmið með þáttunum að hitta stjórnendur, sérfræðinga, leiðtogar í íslensku atvinnulífi sem að hafa mikla reynslu og þekkingu sem að við getum öll haft gagn og gaman af. Og ég tel mig ótrúlega heppna að bara fá tækifæri til þess að spjalla við þetta fólk og á sama tíma færa ykkur eitthvað nýtt, kannski í verkfærakistuna sem þið getur nýtt í ykkar störfum. Og þetta á bara eftir að vera gaman. Húbla stendur fyrir skemmtilegt. Húbla er húrra, skemmtilegt, gleði og gaman. Og þó að við séum fagleg og viljum gera hlutina vel, að þá er alltaf skemmtilegra þegar það er gaman. Og þetta er einmitt partur af því, að hafa smá gaman. Ég sem mannesráðgjafi og fyrir mannesstjóri, þá get ég sagt ykkur, hafið svolítið gaman, því að leið og þið hafið gaman, þá er eins og aðrar heilastöðvar virkist í leiðinni. Þú verður orku meiri, þú kemst yfir fleiri hluti og það er líka eins og að þú hafið meiri færi á að taka nýskapandi hugsun inn. Það er rosalega erfitt að hugsa skapandi þegar það er allt sem leiðilegt. Þannig að fylgstu með okkur í Húbla því að þar ætlum við að hafa gaman en læra á sama tíma eitthvað nýtt og ég vona að ég ná að skila því alla leið til ykkar í þessum þáttum og fylgist bara með okkur á samfélagsmiðlum. Það er Húbla podcast og þau ykkar sem hafa áhuga á síðan ráðgjöfum og fyrirlesurum, stjórnendum og markþjálfum og annað slíkt. Fylgið okkur líka Húbla Official sem er sem sagt ráðgjafa klasinn sem að heldur utanum podcastið. Þannig að Húbla er að fara í lofti núna í haust og þar má finna margt skemmtilegt, meðal annars þetta podcast og njótið. En eins og ég segi, þetta er ekki að fara að staða alveg strax, við byrjum í haust. En ég ætla að leyfa ykkur samt kannski að fylgjast með þessum fyrstu skrefum þangað til allt gerist.